Hin fyrstu jól bar svo fregn yfir jörð sem fagna má drottins barnahjörð að í fjárhúsi lágu fæddur sé hann sem frelsar og blessar hvern einasta mann. Nóel, 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 Kristur fæddur, svo fagnið nú vel. Nóel, 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 Kristur fæddur, svo fagnið nú vel. Þá góðu nótt geislum helgum var stráð frá glitrandi stjörnu sofandi láð. Því kominn hann sem kallar til þín. Komdu minn elskaði bróðir til mín. Nóel, 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 Kristur fæddur, svo fagnið nú vel. Nóel, 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 Kristur fæddur, svo fagnið nú vel. Góða kvöldið og velkomin á aðventukvöld í Lindakirkju. Við ætlum að eiga notalega stund saman og heyra falleg lög, tvö þeirra tileinkuð Maríu og heyra Guðs orð. Og við píanói situr hann Óskar, á bassa Páll og Guðrún Óla Jónsdóttir, betur þess en Gógó, ætlar að syngja fyrir okkur í kvöld. En við skulum hefja stundin á því að signa okkur og biðja saman bæn Hallgríms Péturssonar. Segjum nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og þá fáum við að heyra lagið María, vissir þú? Það ekki? Já. María, vissir þú að barnið þitt á vatni myndi ganga? María, vissir þú að barnið þitt öllum börnum strykjum vanga? Vissir þú að barnið þitt var endurlausn og trú? Það barn sem nú í heiminn borið hefur þú. María, vissir þú að barnið þitt sýnir gæfi blindum? María, vissir
dásamlegt. Nú þriðji sunnudagur í aðventu og ég ætla að kveikja á þessum fyrstu 3 kertum, en þriðja kertið hirðakertið sem minnir okkur á hirðana sem voru fyrstu mennir sem heyrðu fæðingu Jesú. Og við ætlum að syngja kertalagið. Þá rísum á fætur og heyrum guðspjall dagsins. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Jesús svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið heyrið og sjáið. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindi. Og sæll sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindi skekin. Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúinn mann? Nei, prúðbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann. Já, segi ég yður, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað. Ég sendi sendiboða minna undan þér, hann á að greiða þér veg. Amen. Þá það söngur Maríu. Kemur ljósið sem lýsir upp mitt hjarta. Hver tók myrkrið burt eitt augnablik þá fyrstu nótt. Hver á þessi augu og litla brosið bjarta? Hver það sem hjalar röddu stillt og rótt? Ertu
kemur óttinn sem lætur hjartað gráta. Grípur þín hönd svo þéttingsfast mömmu hár. Í myrkri dansa skuggar, englar tryggð þér játa. Litla himnasending hjá mér sefur agnarsmár. Ertu sá sem beðið var? Ertu bæna minna svar? Þú minn eini son, þú heimsbyggð gefur von. Ertu jólastjarnan mín, frið mér færir ásýn þín. Kom þú litli engill, höfuð hvíl við móður fann. Ég vil að þínir dagar veiti öðrum gleði. Vona að þau mæti þér í kærleik mild og góð. Enginn mun þér gleyma þín orð á dánarbeði. Græða hjartasárið sem að eftir opið stóð. Ertu sá sem beðið var? Ertu bæna minna svar? Þú minn eini son, þú heimsbyggð gefur von. Ertu jólastjarnan mín, frið mér færir ásýn þín. Kom þú litli engill, höfuð hvíl við móður fann. Hver á þessi augu og litla brosið bjarta? Vel af Guði gerður fæddur var í Betlehem. Og alveg klappa verið þessu dásamlegt. En nú styttist heldur betur í jólin og undirbúningur í fullum gangi af flestum heimilum og því getur fylgt stress og áhyggjur því það svo margt sem þarf að græja og gera. Og svo megum við ekki gleyma því að sumir eru að upplifa sín fyrstu jól eftir ástvunamissi eða skilnað eða önnur áföll. En hverjar svo sem aðstæður okkar eru, að það er gott að minna sig á af hverju við höldum jólin og hver boðskapur jólana er. Að því að jólin snúast ekki jólarhringjörninguna eða allt stússið sem við stöndum í fyrir jólin. Í guðspjalli dagsins situr Jóhannes í fangelsi þegar hann heyrir verk Krists. Hann sendi honum orð með lærisveinum sínum og spurði hvort hann, Jesús, væri sá sem koma skyldi. Og Jesús biður lærisveinum að kunngjörja Jóhannesi það sem þeir heyrðu og sáu. Blindir fá sýn og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi. Hann er sá sem spáð hafði verið fyrir Og í dag, 2000 árum síðar, fögnum við fæðingu frelsar okkar. Af því við vitum svarið við þeirri spurningu sem Jóhannes velti fyrir sér. Jesús er sá sem beðið var eftir, frelsari okkar, ljós heimsins. Og Jesús býður okkur að leggja allar byrðar okkar á hann, af því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Hann lofar okkur líka að gefa okkur sinn frið,
þegar við leitum hans. Og hann gefur okkur fordæmi mikilvægi þess að stíga út úr amstri dagsins og leita Guðs og hugleiða í einveru. Hann lét sig sjálfur hverfa úr mannfjöldanum þegar áreiti var orðið of mikið. Hann fór afsíðis til að biðja og slaka á. Við eigum í Jesú fyrirmynd og frelsara sem vill og getur frelsa okkur frá áhyggjum og vanlíðan og gefi okkur frið. Að hann sem kom með ljós sitt inn í myrkan heim, hann hvetur okkur einnig til að vera ljós og láta ljós okkar lýsa öðrum. En til þess að við getum það, þá verðum við líka að sinna okkur sjálfum vel. Við þurfum að hugsa vel um okkur, hvíla okkur þegar við þurfum á því að halda, taka frá tíma fyrir Guð. Svo megum við gjarnan taka frá tíma og gera eitthvað skemmtilegt sem að nærir okkur. Af því þá erum við betur í stakk búin til að vera öðrum ljós. Og því spyr ég að lokum, hvað getum við gert til að hugsa betur um okkur sjálf og hvernig getum við glatt fólkið í kringum okkur og verið því ljós á aðventunni. En nú komið að bænastund og við höfum þannig háttina á hér í Lindakirkju að vegum hvert og eitt bara hljóða stund þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn og meðan ætlar hún Gógó að syngja fallegt lag. Og svo hveti ykkur líka ykkur sem heima sitið að kveikja á kerti fyrir þeim bænarefnum sem á okkur hvíla. Lýsir af
Góði Guð, ég þakka þér fyrir að þú heyrir bænir okkar. Viltu mæta okkur hverju einu á þann hátt sem við þurfum. Og við byggjum einnig fyrir öllum bænaröfnunum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við byggjum fyrir þeim sem glíma við sjúkdóma og sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum við bænir sem Drottinn kenndi og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá er komið að lokum hjá okkur kvöld og ég kveð ykkur með friðarkveðjunni. Friður Guðs sem ræður öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú.